en það vel við hæfi að forvitnast örlítið veðrið fyrir þessa helgina þar sem að framöndan eru 3 hátíðir hér á svæðinu og hvað gerir maður þá? Jú, maður hringir í Siggastorm. Góðan daginn. Já, góðan daginn og blessaðan daginn. Þetta fer að vera svona fastur liður að heyri þér. Já, það alltaf gaman að fá að vera með þér hérna á Suðurlandi, sko. Þetta náttúrulega sjarmerandi staður og eins og ég sagði daginn að maður búinn að prófa að búa þarna og leið afskaplega vel. Þannig að ég held með ykkur. Ég upplifi nefnilega nú ekki langt síðan ég flutti hingað en ég upplifi einmitt hér svona Vestfjarðalognu stundum á kvöldin sem að mér finnst alveg afskaplega notalegt. Alveg dýrlegt, sko, já, algjörlega og það svo líka annað sem sko, þetta svona stundum hef ég á tilfinninguna að þetta sé svolítið danst, sko, samfélag því að þetta svo slétt og auðvelt að hjóla og þú veist, þetta svolítið svona, þó að það sé ekki múrstenshús kannski allstaðar en það eitthvað, ég veit ekki hvað það er eitthvað sem að ég finn svona danska lígi glað húmor, sko. Já, enda notalegt að skilja bara bílinn eftir heima og annarkvort labba eða hjóla. Bara svoleiðis. Nákvæmlega, þetta virkilega og svo hefur náttúrulega verið gert þarna, þetta náttúrulega búið að fegra hana bæi gegnum tíðina, þetta var náttúrulega kannski miklu minna hérna áður en nú þetta virkilega fallegu bær og ég nú verið þarna á hótelinu nokkru sinnum og horft yfir bæinn, sko, eftir endilöngum austurveginum og þetta var svona sjarmerandi bær. Já, hann það. Hann það og Eyrarbakki náttúrulega, hann þarf ekki að fara langt til að komast í gamla tíman, hann náttúrulega Eyrarbakki og sem náttúrulega alveg gríðarlega fallegu líka með sín gömlu hús og sína sögu og svo náttúrulega það gerir í tímyndir að það góndi sveit. Já. Það hvergi hægt að hafa það, sko, það alltaf á einum stað, sko. Það sagan og svona alvöru byggðarlag og sveitin, þetta allt innan seilingar, sko. Nákvæmlega. Þannig að það og líka, sko, það sumir segja að sé erfitt að komast inn í samfélagið á sem minni stöðum, en veistu það átt ekki við, sko, okkur, sko, hjónin að sko, ef maður bara vill sjálfur komast inn í samfélagið og er ekki með neina fordóma gagnvart því að þá fannst mér selfisingar taka vel á móti okkur og áður ég vissi að var ég komin hérna í einhverja stjórnir og fleira dót svona sem að bara sýndi það að það er allir velkomnir, sko. Þetta er ekki eins og sumir segja, sko, að það sé svo erfitt að komast inn í þessi minni samfélag, það fann ég ekki þarna. En það var nú að vera gaman að koma nýjan stað og taka þátt. Já, nákvæmlega. Maður á var opið fyrir því að taka þátt einmitt, sko. Vera ekki bara að loka sig inni og segja, það er allir ómögulegir eða eitthvað svoleiðis, sko. Nákvæmlega. Það má bara ekki, menn með ekki horfa á þannig, sko. Það er því það er svo margt hérna, sko, Kallakór, Selfoss, einn öflugasti Kallakór landsins, sko. Og ég á disk með þeim sem ég set alltaf í þegar ég þarf svona aðeins að róa mig niður. Já. Ólafur Björnsson, lögmaður á Selfossi, hann kendi mér að meta Kallakór Selfoss, sko. Ég veit hann hafi selt mér endalaust að diska, ég held ég heilt safn alveg. Það er ekki leiðilegt. En mikið tónlistafólk hér á Suðurlandinu og einmitt skemmtileg hátíð framöndan helgina, bæjarhátíð Selfossinga, sumar á Selfossi. Já, það er nú búið að vera í nokkur ár, það er sumar á Selfossi, það er að segja þetta leyti, er það ekki? Jú. Og hvað svo, heyrði ég að væri eitthvað á Eyrarbakka líka? Já, það er aldamótahátíð á Eyrarbakka. Það er aldamótahátíð á Eyrarbakka, já. Þeir geta örugglega náð þeirri stemmingu upp í að húsin eru þannig og uppgerð hús með, sko, eins og þau voru og það er mjög, það er einmitt bær sem að, sko, það eina sem að ég sökti með, það er að veðurathugunarstöðin er orðin sjálfvirk. Já. Það er að miklu leyti, þannig að því að það er svo gott að heyra svona, því að þessar sjálfvirku veðurstöðar, það takar vel ekki veður, það takar bara hita og raka og vindraða, en það segir ekki til kannski, sko, hvort það sé láski, já, og hér getum reyndar sagt
til það en ekki svona umhverfið sko, þetta sem við kallum veður sko. Það er mæla bara og ég veit til dæmis að skýja spátnar sko, það er að skýja hulumælingarnar sko. Þetta er svona eins og radargisti sem er sendur á loft og ef það gat akkurat yfir honum þá bara heiðskýrt og þessi allt skýjað í kring skilur. Þannig að það getur nú komið tómvillis út úr þessum sjálfvirkumælum, þannig að maður þurfa að taka þá með fyrirvara. Já, en hverju megum við búast við helgina? Sko, já, það er nú það sko. Það er við byrjum bara á morgundeginum af því að er ekki flestir sem fara svona og koma morgun eða hvernig? Jú, svona flestir en það er nú tónleikar í kvöld og fleira fyrir yngra fólki, reyndar. Já, það verður frábært í kvöld. Það er hæðarhryggur sem við köllum, það er að segja að hækka loftastingur og þá er líkur á sólskinni og fallegu veðri, það má reynda búast við síðdegi skúrum en þá skella menn sér bara undir reglífinni og rétt á meðan og svo þykir nú herramannslegt að bjóða dömu undir reglífinna, það er alltaf einsælt. Fyrir dömurnar sem ekki eru með reglífa sko. Þeir taka það til sín sem að heyra. En það er reyndar ekki, það eru síðdegi skúrir í þessu, ég verð nú viðurkenna það, ég má ekki plata. En það er náttúrulega alltaf svo handáskent hvar þær pota sér niður, þannig að það er oft við fjöllin og gæti alveg orðið þurft sko inn á Selfossi sjálfum og þannig að það er fínasta veður í kvöld, hitinn í dag 15, 16, 17 stig og vindur með hægara móti, það er náttúrulega alltaf þannig að miðjan daginn þá aðeins kular svona, en svo er það morgundagurinn og það er lægða svona vinkona sem er svona að nálgast okkur í fyrramálið. Og það verður fínasta veður í fyrramálið, alveg fínasta veður og raunar ekki það veðri helgina en fínasta veður í fyrramálið og svo eftir hádegi þá má fara að búast við að svona aðeins að greiðslurnar fara að breytast á fólkinu, þar sé hattlausa fólkinu og þá verður svona ég ekki finna eitthvað orð á þetta, bara svona smá vindur smá vindur. Já, þú talaði að hafa greiðuna í rassvasanum síðast. Já, það er kannski vel hæfi. Og það er eiginlega bara, ekki halda okkur bara við það, að vera ekkert að taka greiðun úr frá Vestlunarmannahelginni sko. Hafa hana bara áfram í rassvasanum og skellinu svo upp svona þegar menn vilja gera sér eftirlegan svona fyrir spjall sko. Og því að það verður sko eftir hádegi þá má búast við að einhverjir dropar falli úr lofti og sérstaklega seinnipartinn, sérstaklega svona þegar komið fram til 4-5 þá svona eykst aðeins í skýjamagninu í úrkomukerfinu sem er þarna nálgast. Það er annað sem að á laugardeginum að það kólnar svolítið frá föstudeginum en það er alltaf verið auðvelt að klæða það af sér þegar á Íslandi, þannig að það verður ekki vandamálið sko. Það er aðalega að vera með regsla með sér svona til að skella sér í því að það er engum gerður greiði með því að vera í rigningunni sko. En ég er ekki að búa kannski meiri hátta rigningu fyrir kannski ekkert meiri hátta neitt, heldur er ekki að búa mikla rigningu fyrir svona líða tekur á laugardaginn sko. Svona seinnipartin, ég veit ekki hvað dagskráin er lengi. Jú, nú sléttursöngur hjá okkur á laugardagskvöldinu. Já, sko, svo getur það nú, ég er nú með korti fyrir fram að mig þannig ég ætla nú aðeins að sjá sko, hvað hann gerir kvöldið sko. Hann á laugardagskvöldinu sko, þá það er mest að úrkoma niður þessu klukkan 18 og svo dregur úr því, þannig að þetta verður bara. Við færum þá bara grillverslunar inn í bílskúr. Já, það verður grillað í öllum húsum og öllum skúmaskottum og undir reglífum og sólhlífum og tjaldvögnum og öllu sko. Það verður mikið grillað því ég sé þetta er svona sko, það má líka heldur ekki skýði loga í steikinni sko.
það verður að leyfa aðeins svona rigninguna halda ef hún gerir sig gildandi að þá verður að halda þessi skefjum þannig að það brenni ekki allt. Það er nú nauðsynlegt, þannig að það verður einhver þarna rigning mest klukkan 18 og svo fer hún bara minkandi og verður orðið svona bærilegt svona þegar að líða tekur að kvöldsöng. Þá klæðum við okkur bara aðeins betur og tökum með okkur reglífina og sléttusöngina allavega. Já, akkurat og ef menn eiga regsla þá sko ég hef verið í Vestmannaeyjum í rigningu og þá var ég bara í regsla og mér ekkert síður. En svo það eina sem grunar sko að menn geta orðið blautur innan líka sko af því að er ekki menn að fá sér í tanna svona af og til eða eitthvað. Jú, eflaust eitthvað. Já, eflaust eitthvað og það er oft þannig sko þegar menn fá sér í tanna þá hitt orðið hálfgert aukatriði sko ef að menn eru þannig klæddir sko þá er taka með sér pilsner 2,25% það er leyfilegt á Íslandi og vera bara þar og svo sumir náttúrulega fá sér alltaf aðeins ég segi alltaf sko með viski, ég fæ mér stundum viski það er nú ekki, ég drekk ekki mikið en rigningin hún finnir viski þannig að maður allt í einu sko skilur maður ekkert í því að þá maður fá sér viski þá er maður ekkert skrítin í hausnum neitt sko því það er náttúrulega svo þunnur það má ekki tala sér út Nei, við skulum stoppa þetta bara hér. Já, en svo sunnudagurinn hann er hægviðrasamur og úrkomulítið og 15-16 stiga hiti þannig að hann bara kólnar rétt þarna meðan að fer í smá norðanátt á laugardeginu þannig að ég svona ef við drögum þetta saman og svo ykkur hátíð í Grímsnes er það ekki? Jú, Grímsæventýri. Nákvæmlega sko þannig að þá þetta þannig að föstudagurinn frítt laugardagurinn menn vakna alveg svoleiðis alveg svo bara vakna og gera sér kláran og hafa með sér vera regsla eða reglið og bara til öryggis þetta er sem ég segja hafa öryggið á odunum og síðan bara 18 leitið ef það er eitthvað dagskrá þá er það helst að þeir þurfa svona milli 5 og 7 eins og við segja að þess að huga kannski að henni og með að vera velklæddir þá og síðan lagast þetta með kvöldinu og áður en varir verður þetta frægasta hátíð allra tíma þannig að og sunnudagurinn þá taka menn saman í þurru og allt í gúti og menn faðmast og elskast og allt þar á milli sko þannig að ég hef ekki áhyggjur af annað en að þetta verður bara prýðishelgi það reyndar þeir það má kannski segja svona til sem smá bara rétt svona til að geta þess að þegar að kólnar hérna á laugardaginu hjá okkur þá skýst þetta smá hitatunga norður sem hefur nú ekki verið til þessa og svo kemur hún bara aftur á sunnudeginum þannig að þetta mér líst vel á þetta. Jæja, við látum okkar hafa sólarhringinn. Já, þetta er bara já og laugardagur til lukku sjáðu sko segir í gamalli þjóðtrú þannig að og lukka sko hún sko það er nú aðalatriðið sko að þó að komi eitt og eitt dropi menn geta til dæmis stunda við það að telja dropana ef þeim leiðist sem ég á ekki von á Herru, takk kærlega fyrir þetta Siggi, gott að heyra í þér og þú ert velkomin hingað á Suðurlandi til okkar Já, ég kíkja og það maður þarf að ég kom ekki finna á laugardeginum en það er sama, ég ætla að kíkja á ykkur og sjá hvernig þetta lítur út, hvort þetta fari ekki allt fram með, hvort það spáin rætist ekki. Lýst vel að það, tökum með reglífina til vara allavega. Nákvæmlega, sko, ég á eina ansi góða með, hún er með landróver, er það nokkuð bannað? Nei, það er ekki bannað. Ég fékk hana með bílnum mínum og ég svo montin af henni að ég mæti allstaðar með hana. Jæja, þú lætur sjá þig. Okay, allt er fína, takk fyrir það. Allt er fína, takk. Já, bless.